Og áfram með smjörið hér í föstudagsþættinum á N4. Næst ætlum við að heyra af spennandi viðburði, snjókarlakeppni. Og til mín komin frá Kaffikú, Sesselja Bardal, meira Ólafsdóttir. Reynisdóttir, já, þetta er langt nafn. Velkomin með allar þínar dætur. Við þurfum að fara í kynningarhring. Selma Sól í fanginu, sem á afmæli í dag. Sem á afmæli í dag, hún er 1 árs. Til hamingju. Takk fyrir. Og svo höfum við Ásdísi og Helenu. Velkomnar. Takk fyrir. Hérna, Sesselja, þú kannski byrjaði að segja okkur frá hvað stendur til? Já, við höfum verið með svona viðburði á Kaffikú síðustu mánuði og vikur. Tekið eftir því, mikið að gera. Já, bara svona, aðalástæðan var bara að gera svona fjölskylduvæna viðburði sem væri bara gaman fyrir alla að koma og gera eitthvað skemmtilegt saman. Núna náttúrulega er staðan önnur og við getum því miður ekki kannski verið að hvetja fólk til að koma á Kaffikú til að eiga samverustund saman þar. Ekki akkurat núna. Nei, ekki þessu, því miður. En þannig að við ákveðum bara, við færum bara viðburðin heim til fólks. Og nú er allir heima og ég veit bara svona, út frá mínum vinkonum og svona nánasta hópi að allir eru einhvern veginn svona smá að vesenast með börnin sín. Þú veist, þau eru heima og við erum heima og margir bara gefa börnunum nammi og horfa á sjónvarpið. Svo er þetta að gefa þeim vöfflu. Það er að gefa þeim vöfflu, nákvæmlega. Þannig að við vorum eiginlega bara að hugsa við hvetjum fólk til að fara út í garð, gera snjókall, taka mynd og bara leika sér, fara út og leika sér með börnunum. Og það er aldrei snjórinn til þess, allavega hérna á Norðurlandinu. Það er alltaf á kafi. Já, allt á kafi. Þannig að við bara hvetjum fólk til þess, Selma Sól, þú ætlar að vera stíl, til þess að leika sér. Og taka mynd og setja inn á samfélagsmiðlunum með hashtaginu Kaffikú. Svo drögum við út vinningshafa eftir helgi og hann fær nautakjöt í verðlaun. Já, þið erum með nautakjötsframleiðslu. Já, við erum að selja nautakjöt beint frá bónda, bara á Kaffikú síðunni okkar. Og við ætlum að gefa 1 kíló hakki, 1 kíló gúllassi, 10 hamborgara og 10 lelísleikjuga. Af því að við erum með lelíbúna í fjósinu og þeir eru að gefa okkur alls konar sleikja og þeir eru með frítt í fjós og svoleiðis. Ókei, þannig að fólk tekur bara mynd á sínum snjókalli eða hvað það nú er sem það býr til í garðinu. Já, maður má bara gera snjókallin hvar sem maður hendar. Þú veist, ef maður er, bara það sem maður hendar hverjum einum og það má bara vera út í garði. Á laugardaginn eða bara um helgina? Bara einhvern tímann um helgina, já. Og þetta verður svo bara gert eftir helgi. Má líka vera strax í kvöld. Bara í gang með þetta. Já. Má líka gera marga, ef maður veit það. Jú. Þetta ljós er pínu hættulegt. Akkurat. Það getur dottið bara í sundur. Selma, út í stuði. Já, akkurat. En Ásdís og Helena, ætlið þið að taka þátt í þessum snjókalla viðburði? Já. Eru þið eitthvað búin að hugsa hvernig snjókall þið ætlaði að gera? Nei. Svona hefðbundin eða kannski, snjókalla kýr, hvernig væri það? Hafið þið prófað það? Nei. Það er aldeilis verðugt verkefni, Sesselja. Það getur verið svolítið flókið. Reynum það kannski. Kannski bara, kannski með ekkert margir koma til aðstoða, en hver fjölskylda kannski svona. Já, ég meina það eru engar reglur í þessu. Það er bara aðmáli að hafa gaman og skemmta sér og vera frumleg. Og ég held að það, þú veist, takist þegar öll fjölskyldan fyrir verkefni saman. Þá gerist eitthvað ótrúlegt. Það er ekki. En fyndið að við skulum vera með vöfflur hérna frá Vilgó, af því að þið eruð eiginlega búin að umbylta ykkar matseðil, ekki satt? Jú. Við erum bara komið með okkar aðaláslegi bara vöfflur, nautakjöt og mjólk. Og allur okkar matseðil er bara, undirstaðan vafla. Já, ykkar eigin vöfflur. Já, við byggum til okkar eigið deg sem var svona smá verkefni út af fyrir sig. Við vildum hafa þetta ákveðið krönsi og Baddi og Lydia voru nú þar í forsprakkar þar að reyna að búa til eitthvað, Baddi kokkurinn okkar. Og en það hefur tekist ótrúlega vel til og nú getur við bara fengið hamborgar í vöfflu, kjúkling vöfflu með kjúkling, egg og bacon og þið getið líka útbúið bara svona eins og snittur eiginlega, ég sé þetta þannig, ótrúlega sniðugt. Svo er maður bara með tapas akkurat, svona tapas vöffluplatti fyrir þú veist bara íþróttafélög eða saumaklúbbinn eða hvað sem er, Svo helgina ætlum við að vera með, af því að við erum búin að færa viðburðinn heim og þetta er einhvern veginn með öðru sniði, þá langar okkur bara til að hvetja alla til að fara og taka rúnt saman. Eyjafjarðarhringinn sem er náttúrulega bara svona hefðbundin rúndur hérna fyrir norðan og koma við á Kaffikú og ná sér í vöfflu. Take away vöfflu í bara bílinn eða maður getur bara borða vöffluna á rúndinum.
Kannski opið á einhverjum fleiri stöðum, eins og Hælinu. Já, mögulega. Maður er svona þess að spá í þetta. Jólagarðurinn sýnist með alltaf opið. Já, þá er hægt að hoppa þar inn ef það eru fáir og passa við 2 metra á milli sín og allt þetta, skiljum við, fara eftir reglum sem við erum búið að setja upp. Við þurfum náttúrulega að halda eitthvað aðeins áfram að lifa. Já, við þurfum að gera það. Við þurfum bara að finna einhvern nýja leiðir og það er búið að gefa út að má fara á rúndinn. Þó maður sé í sóttkví meira að segja. Þetta má kannski ekki stoppa í lúgu reyndar, en ok, allan að fara rúndinn. Það gefur mann eitthvað bara að sjá umhverfið og fjöllin og snjóinn. Þú getur hengt pókana bara svona á húnin einhvern veginn. Já, kannski. Við myndum kannski finna einhverja lausn, ég veit það ekki. En stelpur, þið eru búin að vera mætt í skólanum, það ekki, eða hvað? Jú. Er ekki svolítið skrítinn skólinn núna? Jú. Hvernig þá? Getið þið lýst þess aðeins fyrir okkur sem erum ekki í skóla? Bara einar frímínútur og ég fer til dæmis ekki í mat. Nei. En Helena hefur fengið mat af því hún er yngri? Jú. Já. Og er bil á milli borðana og bara... Já, 1 meter. Já. Það er bara að vera 1 meter í skóla en 2 meter svona annars staðar. Já, það er svoleiðis. Þú má ekki koma við hinn borðinn og... Nei. Og þið eruð ekkert að fara á milli stofa, þið eru bara í ykkar stofa. Já. Og það er líka bara ef við gerum eitthvað rátt þá verðum við sent heim. Ef við hlýðið ekki reglunum, þá bara heim með þig. Já. Nú er bara harkan 6, en þið eru duglega að hlýða, það ekki? Jú. Þetta gengur yfir vonandi, allir bara fara varlega, við getum þetta saman. Enga spurning. Svo var ég nú með spritbrúsa hérna, en hann hvarf, en við fáum okkur spritt á eftir, það ekki, þegar við erum búin í viðtalinu. Þú hendur og svona. Já. En mikið var gaman að fá okkur í föstudagsþáttinn. Já, takk. Hvetjum fólk til að kynna sér þetta inn á bara Facebook-síðu Inn á Kaffi Kú er viðburðurinn, svo er hann náttúrulega bara í dagskráni líka. Og á Facebook og svona samfélagsmiðlum. Og bara vonandi fáum við að sjá ótrúlega marga snjókalla og bara fólk svona hendi sér út í snjóinn. Þú veist, það er bara engin spurning. Ég held að það sé mikilvægt að hreyfa sig og hlæja og hafa gaman í öllu þessum skrýtnum tímum. Það er mjög mikilvægt, það er alveg nauðsynlegt. Og Selma, vorum við búin að koma að þú átt afmæli? Já, hún á afmæli. Já, til hamingju. Og takk fyrir að koma í þáttinn. Já, takk fyrir að taka mót okkur.